Frábær snúningur í Hafdísi. Nadia komin hérna upp hægra megin. Nadia lítur fjær, Sigdís á fjær. Það eru svo margar og það er Selma. Hitt hann ekki nógu vel hérna. En hvað gerir Sigdís? Finnur Huldu. Og Hulda setur þennan fastan fyrir og hvað? Þetta hlýtur að liggja inni. Þetta er mark. 1-0. Það er 1-0. Má sjá. Hún finnur hérna Selmu upp í horninu. Selma sterk. Í kloppi með hælnum. Hælkloppi og vinnur boltan. Þetta á að enda með marki, það verður bara að gera það. Og utanfótar á Sigdís. Selma tekur á rás, finnur Nadiu hérna uppi hægra megin. Hún kemur þessu bolta fyrir og hvað Sigdís? Þetta er mark. Voru 4, 5, 6 mörk í þessu leik og þetta er það sem getur oft gerst í leikjum, þetta er oft svona yfirbyrði. Vel gert, þarna Þórdís fann og Hafdís bara setta bara sem að hvað kemur honum Svanhildur finnur Berdísi og Berdís skorar. Það er mark. Hendi hjólspyrnu, Óskar Örn og Ari Sigurpálsson. Það er 3. var farið frá. Sjá, þessi partí hjá Pablo. Það er partí hjá Pablo að sjálfsögðu. 4-0. Loft. Þetta kallar maður, þetta heitir að vera Pablo Puniat. Shit, hvað það vel gert maður. Harri. Þetta Nico í stungun upp í hóðni. Helga. Endum þetta markið strákar og þar er Óskar Örn Hauksson, Geitin sjálf, hann leikur sér að manninum og finnur Ara sem að klára þetta. Yes.
sveitin. Everybody put your hands up, let's party. Everybody bounce with me. Some champagne and run around the ring. Listen, disco with Chrono, let's go. And now I'm with a pro. I get dope, the flip go to get more for show. Get my drink on, nigga on the dance floor. Look at me, I don't dance, all I do is this. It's the same two-step with a little twist. Listen, person, I ain't new to this, I'm true to this. Pay attention, boy, I teach you how to do this shit. You mix a little push with a little Don Perignon. And a little Hennessy, you know we finna carry on. Hollin' at the streets in the club, trying to get right. We gon' be up in this bitch till we break daylight. Little mama, show me how to move it. Let it put your back into it. Do your head, let it into it. Shake that ass, girl. Little mama, show me how to move it. Let it put your back into it. Do your head, let it into it. Shake that ass, girl. You see me shining, lit up with diamonds, 'cause I stay grinding. Niggas catch me swooping, Bentley, pooping, switching money. You see me rolling, you know I'm holding. I rock my paper on it. Nigga, I'm serious, I ain't playing. I'm holding your brain, I'm off the chain. Nick, let's go now, turn it up a notch. And the Drake set me to tear up the spot. Oh no, you know I'm loco. Hands up on the dance floor. Okay, let's go. Little mama, show me how to move it. Let it put your back into it. Do your head, let it into it. Shake that ass, girl. Little mama, show me how to move it. Let it put your back into it. Do your head, let it into it. Shake that ass, girl.
dagsins í Lengjubikarnum, þar sem að við heimastelpur í Víking ætlum að taka á móti nágrannahópi Þrótti Laugardag. Við ætlum að lesa byrjunlið liðana í kvöld. Við ætlum að byrja á liði gestanna frá Þrótti. Þar í marki nr. 1 Mali Svift, nr. 2 Sóley María Steinarsdóttir, nr. 3 Jelena Tinna Kujocevic, nr. 8 Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, nr. 9 Freyja Karín Þórðardóttir, nr. 12 Karlin Murray, nr. 14 Sierra Marie Lely, nr. 16 María Eva Eyjólfsdóttir, nr. 17 Kristrún Rut Antonsdóttir, nr. 23 Sæunn Björnsdóttir, nr. 25 nýleikmaður Þróttir Sigríður Theodóra Guðmundsdóttir. Þjálfari Þróttar Ólafur Helgi Kristjánsson. Og þá kom það að liði okkar heimastelpa í Víking fyrir þetta ungbúttunum að gata vel. Í marki nr. 1 þar Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, nr. 5 Emma Steinsir Jónsdóttir, nr. 8 Birta Birgisdóttir, nr. 10 Selma Dögg Björgvinsdóttir sem jafnframt í fyrirliði, Svanhildur Ylva Dagbergsdóttir nr. 17, nr. 19 Tara Jónsdóttir, nr. 23 Hulda Öst Ágústsdóttir, nr. 24 Sigdís Eva Bárðardóttir, nr. 26 Bergdís Sveinsdóttir, nr. 27 Hafdís Bára Höskuldsdóttir og nr. 35 Freyja Stefánsdóttir. Þjálfari Víkinga John Henry Andrews. Nú svo áfram Víkingur! Má heyra ykkur stelpur. Áfram! Stelpur, má heyra ykkur. Nú svo eitt og áfram! Fengið það hérna inn frá honum, nei, ekkert að frétta, þannig að við erum búin að tala og ekkert heyrist. Á okkur brandarana. Þetta er sorglegt að heyra, ég er algjörlega miður mín yfir þessu og nú segir hann þarna erum við komnir inn, getum við kannski bara tekið byrjunliðin aftur. Ég skal rúlla hratt yfir þetta. Tökum bara okkar byrjunlið, 1-7, eða ekki? Það er nr. 1 Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir í markinu. Við skiljum ekkert hvað er að gerast hérna. Ég held við verðum eiginlega að gera þetta svona, Bjarki. Já. Ég held við verðum bara að gera svona og svo verðum við að fara aftur yfir byrjunarliðin. Ég er ekki að grínast. Já, ég gerði aftur. Já, ég held það. Ég held að þetta sé í lagi núna, sko. Já. Þannig að við verðum að hlýða Ívari. Já. Látum. Þetta er komið, allt gott. Ok, þá held ég bara áfram með þetta. Herðu, nr. 1 í markinu hjá Víking Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, svo er það 5 Emma Steinsen, 8 Birta Birgis, 10 Selma Dögg fyrirliði, 17 Svanhildur Ylva, 19 Tara Jóns, 23 Hulda Ösp, 24 Sigdís Eva Bárðardóttir, 26 Bergdís Sveinsdóttir, 27 Hafdís Bára Höskuldsdóttir og nr. 9 Freyja Stefánsdóttir. Já, hún fengum hérna upplýsingar frá henni Lísbeth, okkar bestu. Já. Það væru breytingar. Ía er ekki á bekknum. Nei. Rakel er nr. 11 á bekknum, Dagbjörn nr. 15, Emilía nr. 16, Þórdís nr. 20 Já. og Nadia Alldóttir sem væntanlega gengur á göflunum hérna eftir, Já. ef það ekki mér rétt, 22 og nr. 30 Halla. Þú varst að segja mér henná, hún var í Sigur varnarmaður. Halla kemur hérna úr bara Víkingstarfinu og búin að vera öflug síðustu ár með annarflokksliði Víkings. Já, mjög efnilegur varnarmaður. Gaman að fylgjast með henni. Frábært, við viljum sjá iðkendurna sem eru hérna núna nýkomnar úr pítsuveislu. Væntanlega, heyrðu, vá, þetta er rosalega. Serðu út á velli?
Þetta er geðveikt. Vá. Þær eru mættar með fánana. Við báðum ekki neitt af þessu kæra áhorfendur. Hér er allt að fara til fjandans. Svona á að gera það. Þetta er geðveikt. Svona átt að vera. Alltaf. Þetta er það sem gerist þegar enginn er að góla á börnin. Stundum má bara hafa gaman. Bara finna út úr þessu. Þetta er geðveikt. Þannig um pabbi. Já, þá er allir konur sem skipta máli hérna í dag. Leikurinn er vantarlega eitthvað að dragast örlítið. Það eru 2 mínútur í flaut núna. Það er bara að vera leiðin á völlin og allt maður. Þetta er til algjörar háborinnar fyrirmyndar sko. Já, gaman að sjá. Þvílík snilld maður. Og þá hendum við í hamingjulegið. Það er hamingjan. Hún er hér sko, ég hef heyrðið það. Já. Það er góða manni. Það er staðfest. Ok, þetta er stórkostlegt. Það er komið kaos en þetta er það besta sem ég séð í mörg ár. Og ég er orðlaus. Þetta er geggjað. Þetta er æðislegt að sjá þetta sko. Já, gaman að sjá þetta. Þetta er það besta sem ég séð í lífi mínu. Þökkum kærlega 5. flokki kvenna fyrir þetta stórkostlega innlegg þeirra í þennan leik. Ég bara græt af gleði, þetta er svo fallegt. Stórgott. Já, það þurfti enginn að reka þær út af vellinum og upp í stúku. Það er bara sáum þetta allt sjálfa. Algjörlega, við fögnum þessu. Nú ætlum við að hverfa á skjánum að því við erum ekkert sérstaklega myndarlegir menn og kannski tökum hérna síðast að tjekka á leikur í Byrjabjarki því við erum ekkert sérstaklega klári gæjar. Þá þetta sé lægi með þetta allt saman. Gerum eitt loka tjekk. Það væri betra sko. Herðu, kæra áhorfendur, við erum að lenda ykkur vandræðum með myndina. Myndin er ekki að skila sér til okkar úr ágætu kamerunni okkar góðu hérna og við bíðum bara spenntir til því að þetta eftir inn. Við komum eftir smástund í vonandi með allt í beinni, þannig að við hingrum bara augnablik eftir því. Hérna held ég að við höfum verið að fá myndina bara rétt í þessu. Sýnst þetta að það hafi gengið á okkur. Jájá, þetta er allt komið. Jájá, þetta er allt stóð að vera núna. Það slappir hótt. Þetta munaði sem minnstu og þökkum Ívari Orra, okkar besta tæknimanni, nákvæmlega fyrir ekki neitt. Já. Við bara vonum að þetta hafi gengið. Herru, hér er allt að vera tilbúið. Það var smá sker þarna maður. Vandarklukkan. Já, við heldum þessu bara Það er allt þar og við erum að fara að byrja þennan leikina. Það er að rúlla hérna af stað að leikmenn tilbúinir á geti klár. Þetta er bara að fara af stað. Flóttur sem hefur hérna leikinn með Víkingsheimilið í bakið. Leika hérna í stórglæsilegum ljósbláum búningum. Selma Bergdís sér Freyju hérna nr. 9 og hún er komin í gegn. Freyja, já, kemur boltan út. Nei, Þróttur nær að koma þessum bolta út í innkast. Við erum alltaf fullu hérna, svo sem við séð hérna áður í Víkinni. Já. Það er að við getum farið oft skemmtilega stað.
Já. Svanhildur fyrir þetta Freyju fyndi að sjá hann með 9. Þetta er mjög óþægilegt fyrir gamla manni sem mig. Þetta sýti sig en erfið bolti. Fyrir aftan hana þarna. Einn daginn þurfum við bara að fara að sækja okkur kvíðarleg fyrir svona útsendingum. Þetta er alveg stressandi. Sjá hvað gerist hér. Boltanum. Boltanum völlin. Sýnir baráttunni. Þessi nöfn líka, þannig að maður getur sjá sig einhverju vitu leiknum þróttar. Ekki alveg náðu. Emma Steinsson skal þetta frá. Svolítið í loftinu hérna núna. Já, Birta setur hérna fram. Það eru þróttar mættar en missa þennan bolta út af hérna hægra megin. Það er eitthvað að bætast í stúkuna hérna í Víkinni. Koman. Það er alltaf að vera villu sem að tromma og allt brjála. Flottararnir sittast enda Víkingsmegin. Ég þekki þennan með gleraugun þetta. Þetta er hann Brynjar inni, dómari. Það er velkomin. Selma þarna í baráttunni á ekki Magnu. Það hefur að dæma þetta kannski en áfram gakk og jú, þarna fyrir boltinn. Langlegin út af. Já, sýnist Þróttur hafa gert einhverja breytingu á tilgildu byrjunarliði en við ætlum ekki að gera neinar athugasemdir við það. Bara svo það er. Leikmaður 7 komin hérna. Einmitt. Ekki það eins og við höfum lagað skýrslun eitthvað eins og við klúruðum henni sjálfur, víkingarnir. Við gerum okkar besta bara. Ég er komin alveg aftur í vörðum að hjálpa. Og smállin tíma hérna, viljum ekki sjá hérna tíma gefin. Nei, búið að þrýsta Víkingsliðinu hérna svolítið mikið niður núna. Vel gert hérna. Kemur þessi bolti, Katla með þetta, ekkert dæmt. Hulda sterk hérna. Stóð sig alveg frábærlega eins og nefndum hérna fyrir í útsendingunni á móti IPVF í vinstri bakverði. Já. Ég held að sé í fyrst skipt sem spilar hérna. Já, gott ef ekki. Með þeim fyrstu. Man ekki eftir að síðan að spila bakverði áður. Freyja ætlaði að finna hérna Berdísi. Frábæra sendingur á Köllu. Sigdís, hann setur bak á Köllu. Þetta var gert saman. Já, síðan í 8. flokki. Síðan í 8. flokki. Það eru hvað þá, mörg ár síðan? Já. Það eru 5 ár? Nei, tjók. Svanhildur, Emma í miðverðinum, Birta með henni. Já, og Hulda hérna út í vinstra megin. Hultun hérna fram. Hafdís náði ekki að stíga hérna fram fyrir og taka boltan. Hulda kastaði þessum hérna með boltin. Það er boltin gengur hérna liðan á milli. Nú er bara að taka þetta niður og spila boltanum.
Þetta var komin aftur inn í hljóðið. beina og byggjum Ívar Orra að staðfesta allt syngi hjá okkur. Það er eitthvað vesen á synginu hjá okkur. Við erum Bjarki í fínu syngi samt og liðin svo sem líka. Hann fór ekki saman hljóð og mynd. Nei, fór ekki saman hljóð og mynd og Ívar Orri er þekktur fyrir það að vera með vesen. Það er hans stíll. En hérna við kunnum að meta þetta vesen. Þetta er boltinn komin upp í hornið. Hafdís bara er náttúrulega ekki að djóka. Herðu, það er hreint út af. Ekkert séð dómarinn, bara markspyrna. Og sjáum hvort að við getum ekki fengið hljóðið aftur hérna. Þetta er náttúrulega alveg galið að vera standi í svona rugli. Óþólandi þegar tæknin bregst manni á augustundu. Við erum að reyna að birta leikinn í eins miklu samhengi og mögulegt er fyrir Freyja vann boltan hérna, kemur hérna upp og Bertís með skotið. Þetta var léttur af engabolti. Þannig vorum við að vona að ég bara trúi ekki öðru. Ég verð mjög svekkt þegar frá hljóða á þetta hljóðlega. Okkar besta að það væri dottinn hljóðið því þetta er mjög leiðilegt. Afsakið þetta einilega áhorfendur að heyri í mér Jens. Við erum að koma hljóðin í lag Jens, þannig að það finnum við bara í símaskránni. Þetta er hérna flókimál, spila saman aftast. Ekkert að gerast ennþá segir okkar besti til þess að geta sett út á hæglætinu eftir mjög leiðilegt að vera Tara hann er ekki svo mikið fíl Þetta boltanum upp á Hafdís bara mista hann aðeins svo langt frá sér hérna. Þróttar að vinna boltan aftur. Þá kemur Tara, vinnur þetta tilbaka, og Sigdís skiptir hérna kant yfir á Freyju. Ætlaði Bertísi þarna í hlaupið upp kantinn en hún var ekki mætt þar. Kemur Sóley María. Vel gert. Svanhildur skallaði þennan út af. Kast sem Þróttur á. Svanhildur lúrar hérna boltanum fram. Þetta er leyst og Selma ætlaði að þræða þarna boltan í gegn, finna Sigdísi en Sigdís les þetta. Þáttur að stöðu þetta. Birta les þetta. Þetta er svolítið svona ping-pong núna fram og tilbaka. Þetta endar í hotspyrnu. Liðin aðeins að þreifa fyrir sér hérna. Hotspyrnan hér. Það eru Víkingar sem að fá hana. Einhver myndi segja að við erum góðarbræður. En við viljum ekki segja það. Þetta komur hérna í leik aftur og þessi var út af, segir dómarinn. Þá verður allt vitlaust í stúkunni. Boltinn aftur fyrir frá Sigdísi og Tara aftur í þessu og hvað? Glæsileg markvarsla þarna hjá Molly Swift. Töru, boltinn yfir á hörku bara þetta hérna og yfir til vinstri. Svanhildur lyfti þessum fyrir á teg en þar var bara Molly. Það finnur hérna smá svæði. En fínasta færi. Ná ekki búið þessum bolta. Fínasta færi. Þetta er bara fínt spil hérna á Þrótti, að leysa þetta vel. Og koma hérna upp. Þrótti kemur hérna upp hægra megin núna. Sigdís les þetta. Að stoppa þetta og setja svo opna bók. Sprettur á stað hérna. Það reynir að koma þessum fyrir en þetta endar í hotspyrnu. Fyrsta hotspyrnan hér. Það eru Víkingar sem að fá hana. Þetta gengur. Sjáum hvað gerst hér. Sigdís með langt yngastinn á Bertísi og Bertís. Bertís lítið þessum inn á teg og þarna var Tara í dauðafæri. Það náði ekki boltinn aftur fyrir frá Sigdísi og Tara aftur í þessu og hvað? Glæsileg markvarsla þarna hjá Molly Swift. Hörku bara þetta hérna. Svanhildur lyfti þessum inn á teg en þar var bara Molly til í boltan. Það var fínasta færi. Fínasta færi.
Þetta bara fínt spil hérna á Þrótti, að leysa þetta vel. Og koma hérna upp. Hægra megin. Það Sigdís náða að stoppa þetta og setja boltan út af. Ljósmynd hérna í hörkuformi og hljóða fram tilbaka. Þessi var farin út af, segir AD1. Það innkast sem að Hulda allra að taka fyrir Víking. Sjáum hvernig þetta gengur. Já, það halda þessu bolta hérna upp í vinstra megin og boltinn í hendina á og dæmd vítaspyrna. Nei, þetta var mjög ódýrt að dæma víta þetta. Já, Sigdís með langt innkast hérna á Bergdísi. Freyja hérna, já, Freyja var, það er svo það er. Svo gott sem alveg frí hérna úti að hægra megin en þróttur að komast fyrir þennan bolta. Það er leikmaður nr. 14. Já, Sierra Marí sem tekur þetta. Það gerir Katla. Og það er stöngin inn. 0-1, Þróttur komin yfir. Svanhildur fékk hérna boltan í höndina í fyrirgjöf. Það er mjög leiðilegt. Hljóðið er alveg í tómu tjóni. Ég ætla aðeins að kíkja á laga þetta. Já, bara fylgjast með ok. minn. Ég hérna að reyna að lýsa því sem ég sé hérna núna. Já, 14 mínútur klukkuna 0-1. Ekki verðskuldað en það er svo það er. Hérna kemur Freyja. Ekki verðskuldað en það er svo það er. Freyja. Þessi. Þetta er bara hérna Víkingar. Og Freyja komið vinstra megin. Þetta er ekki sig og nei, það er þetta. Marklokknarsmára leikmann nr. 14, Sierra Marí Lely. Nú svo áfram Víkingar, jöfnum þetta. Látið heyra ykkur stelpur. Já, þetta er mjög leiðilegt. Hljóðið er alveg í tómu tjóni. Ég ætla aðeins að kíkja á laga þetta. Já, bara fylgjast með ok. minn. Ég hérna að reyna að lýsa því sem ég sé hérna núna. Já, 14 mínútur klukkuna 0-1. Ekki verðskuldað en það er svo það er. Hérna kemur Freyja. Reyndi að þræða þarna boltan í gegn á Hafdísi. Við höldum boltanum hérna, Víkingar. Emma með hérna eitt langan og það er hornspyrna. Þarna var Freyja komið vinstra megin og hjálpaði Hafdísi og nei, það er flaggað rángstæða. Ég sá ekki aðstæðdómarinn hérna.
Selma óheppin hérna en hún að vinna boltan hérna aftur. Þannig inn. Sjá, hvernig finnur hún? Finnur Freyju. Svo kemur hún aftur á Svanhildi og þetta er hotspyrna eða eitthvað. Boltinn skopar hérna yfir alla og hvað? Þetta endar í markspyrnu. Jæja. Nei, dómarinn segir þetta er klárlega hotspyrna. Og kemur Hulda hérna með sinn vinstri fót. Sendir þennan fyrir. Sjáum hvað kerfi er komið hérna inn í teig. Það spilnir hérna fyrir flottur bolti en hann fer bara í gegnum allan pakkan og hvað? Út hinum megin. Það er Víkingur sem á þennan. Þetta engast. Fáum vandalega langt engast hérna frá Sýdísi. Já, hún kann að kasta ágætlega langt fyrir en boltinn dettur ekki fyrir okkur Víkinga hérna. Út á Svanhildi. Nei, þessi var ekki nógu góður en Emma bjargar þessu. Já, Freyja duglega vinnur boltan hérna, komin upp hægra megin og hvað? Finnur Hafdísi en hún má ekki við marknum, það voru konar 3 ár hérna í kringum hana. Koma þessum bolta síðan út af, innkast sem að Víkingur á. Svanhildur kastar þessum inn eða hvað? Nei, biður að taka eitt langan. Emma finnur hérna Freyju upp hægra megin, nei. Hafdís misti þennan út af. Já, Selma dugleg, vinnur hérna boltan. Pressa vel. Og hvað gerir Bergdís? Ná ekki að stela honum hana. Selma pressa vel. Leika vel hérna leikmaður nr. 12 Caroline Murray fyrir þrátt
Ég held þetta sé í annarskipti sem hún spila hérna á Íslandi. Hafdís vel gert, vinnur boltan hérna og spillir honum í dómaran sem að er ekki sáttur við sína framistöðu þarna, staðsettir sig mjög illa. Þess að Bergdís að sparki dómaran. Nei, Hafdís. Hafdís, já, það er hennar stíll. Já. Nú held ég svo búin að laga hljóðu Lofsbergi. Já, Þvílík vel gert. hamingja. Já, Til hamingju. ég líður eins og Pelle sigurvegara í stórmyndinni góðu. Það er eins gott að við erum ekki í bóganu núna, því þá veit ég ekki hvað myndi gerast. Nei, einmitt. Skil ekki þessar reglur þegar það spyntur upp í loft, en Nei, einmitt. Svo sá maður þetta nú gerast í leikundaginn þar sem að eitt lið fékk boltan tilbaka og við ræðum það ekkert hér af því að Liverpool umræðan er bönnuð hér í stúdíónu. Já, það er illa, menn. Hún fer illa í marga hér í Víkinni. Já. 20 mínútur búnar að leiknum 1-0, fengum hann á okkur mark úr víti. Já. Nei, og skotið skeitin frá okkur. Já, einmitt. Og Tara kannski með 2 hérna færi áðan eftir hotspinnu. Sjáum hvað Sigdís gerir hérna. Þessari aukarspinnu. Flottu bolti fyrir. Hver kemur. Þetta er hotspinna. Við erum aftur fyrir og það er hotspinna, já. Hver er þetta skotið í skeitinu? Ég menn ég var í tæknum. Það var Bergdís. Það var Bergdís. Já. Hún nefnilega er að leggja inn á okkur reglulega fyrir svona langskotnum, sko. Já. Huldar okkur nokkur. Þetta var geggjaskot. Kemur Hulda aftur hérna með vinstri fótinn sinn og ljósmyndarinn er klár við markið, vill fá eitthvað fyrir sinn snúð. Það viljum við líka. Sjáum þessu hotspinnu hérna á, fítbotti fyrir og hvað? Nei, engin Víkingur á endanum hérna. Og Þróttarinn á bara álitlegri skyndisúr hérna sýnist mér. Nei, vel gert hjá Svanhildi. Stýrið þessi bara út af. Ósátt þarna við að hafa fengið dæmt á sig vítaspyrnu áðan fyrir að vera með hendi. Eða við myndum ekki kannski segja hönd. Já, nei, ég sé alltaf hendi. Það er þá hendi Guðs þegar Maradona skoraði. Já. Já, akkurat. Akkurat. Fyrst afsökunin á staðfestingarfasismannum hérna með mér. Það er álitlega sókn þarna, en já, það var vel spilað fram að sendingu, hún var aðeins svo föst. Hún segja hérna að síðast sendingin hafi klikkað. Já. Það gladdi mig að sjá það. Já, eins og Gunnar Magnússon nefndi, það er ekki búið mikið kannski aksjón í færum. Nei, ég heyrði hérna stúkuna vera að tala um vorbrag. Vorbragur. Já, ég er ekki til í að taka undir það. Ég er ekki verið að syngja víkjuvaka hérna í hálfleik, sko. Nei. Það er alveg að reyna. Já, Hafdís tekur þennan niður. Hafdís gerir þetta fárlega, þessi tæklu þarna og dæmdu á þetta, drengur. Ekki neitt, segir dómarinn. Ég hef aldrei séð Hafdísi Báru leggjast niður nema hún sé meidd. Eða að fara að sofa. Nei, þú hefur ekki séð það. Nei, ég hef ekki séð það. Betur fyrir alla hlutaðandi. En þarna er hún fengið eitthvað högg á. Fekk náttúrulega högg á ökkluna móti Fram. Já, alveg rétt. Það tæklu þar. Það var bara... Blessunarlega var það ekki alvarlegt. En hún virðist að svona vera að komast aftur á fulla ferð. Já, flott sending hérna og frábær móttaka. Já, séru. Nú eru Þrótturinn á aftur svona þrýsta Víkingsliðinu svolítið aftur, en Birta gerir þetta vel þarna. leysa þetta mjög vel. Það bara þetta boltanum, nær hún bara aftur og Emma, þetta Svanhildi. Þú þurfum aðeins að breiða úr okkur. Ná þessu spil upp sem við þekkjum. Þetta er góð hugmynd þarna, en Selma fór ekki stað. Smá miskilingur á milli þeirra þarna. Freyja snýr hérna vel. Gerir þetta vel, hérna er sterk. Finnur Selma upp í hotnið. Selma á stað hérna upp hægra megin. Kottum við boltan fyrir. Takk fyrir. Nei, hún tekur bara hotspinnu í staðinn. Þetta er bara 4. hotspinna held ég, Víkinga í leiknum. Já, sem að þetta gefa vel í þarna og er... Já, hvort hann fengi eitthvað slink á... Það var náttúrulega alveg minna en meiri áttar. Hún var að fara í ykkur meiðsli. Nei, það hefur engar ágjur á þessu, þá hef ég engar ágjur á þessu. Þetta verður líka bara tricks. Hún er nefnilega svolítið svona leikari. Já, hún er breiðun og bröll. Nei, jú. Brellin og bröðut. Ég er mjög hrifinn af þessum ljósmyndara sem er mættur hérna á völlin. Hann er búinn að hlaupa svoleiðis upp færin. Já, Hulda sendir bolta fyrir. Ætlar enginn að mæta þessu. Þetta er bara Hafdís Bára. Það darraðadans. Og þetta á að enda með marki í stelpur. Selma finnur hérna Huldu. Hulda setur hann fyrir með hægri. Það hef ég aldrei séð. Og þetta var auðvitað bolta fyrir Molly Swift. Já, kemur sammála. Grænlensku tæknimaður hérna öskrar á okkur að vanta meira árás á boltan og ég ætla bara að vera sammála honum.
mér finnst ekki, við erum bara alltaf sammála Gunnar minn. Við erum bara ekki við erum eitthvað að fara að sjá hér, Kalla vakandi þarna. Já, vel gert hjá Birtu að reka nefið eða hornið við þennan. Sjáum hvort að, Dómarinn held ég að þeir eru að reyna. já, við smá að grána. Já, Sigdís flott. tekur vel á mótun og þarna vel gert. Selma komið på topp bara hérna. Já. Það er að fá boltan hérna framar. Mikil pressa núna hjá Þrótti hérna. Og Birta. Já, svolítið að reyna að finna einhverja glufu hérna. Berdís vel gert. Kemst þarna fram hjá miðjunni og kemst fram hjá Sigdís líka. Og á endanum ná Þróttar stelpur að koma boltanum hinn út af. Og það er Sigdís boltan í innkast. Vel gert hérna að missa boltan. Emma tekur þetta hérna út á eða upp á Freyju. Sjáum hvað Freyja gerir. Reyndi að hérna komast í fram hjá Sóley en það var vel varist. Já, Þróttur vinnur vel úr þessari pressu. Það er leist. Sjáum að Sigríður Theodóra er hérna á miðjunni hjá Þrótti nr. 25. Fær ekki boltan hér. Emma Það er hins spurg. vegar Emma klár eða hvað. Já, tilbaka á Kötlu. Og aftur Emma. Freyja þarf að koma sér út úr rangstöðu núna. Já, og þá er Bergdís klár í þennan. Býtu. Það hlaup, en þarna skoppaði boltan eitthvað aðeins og hátt fyrir Móli, en hvað er hér að gerast? Katla Já, vel gert. kom út á harðaspretti og frumaði þessum í. Já, þetta verður rætt heima á eftir. Katla reyndi að finna þarna Óla Kristjáns þjálfara. Hann var fljótur að beygja sig. Það var skemmtilega gert að Bergdísi. Æ, misti þennan út af. Svolítið að hlaupa svona í svæðið hjá Sigdísi núna og Bergdís. Þetta meina að sé einni dís og mikið í þessu svæði. Já. Það getur verið. Já, þetta er búið að vera svolítið Þróttararnir að loka vel á okkur. Við erum ekki nátt minni spili að viti. Nei. Það er svolítið okkar leikur, við erum ekki mikið í þessum löngusendingum og viljum hafa stjórn á leiknum. Þetta Já. var vel gert þarna hjá Bergdísi. Selma grjóthörð en þessi boltan á sér og þarna er Þróttararnir konur í. Já, Sigríður Theodóra hérna, kom inn. Freyja gerir ágætlega þarna en jú, fyrstum aðeins tilbaka en við erum dottna niður í skotgrafnar. Svolítið. Já, Hún gætla að spila þarna hjá Þrótti en Bergdís mætti þarna til þess að sýna sig og Kalla. Nú væri gaman að fá eitt mark fyrir hálfleik fljótlega. Sjáum hvað Tara gerir hérna. Nú ætlum ég að fá einhverja. Já, kvittum maður upp hérna vinstra megin bara. Nei, mikil pressa hjá Þrótti og það er vinna boltan hérna að Hafdísi. Já, sjálfsins Jón. Fer nú Birtu og þarna kemur Huldahjálpina, já, flott. Nei, Skoti, Kalla þurfti heldur skot betur á þarna, tánum já. þarna maður. þetta var á leiðin hérna í hináttina og já, Þetta var skot sem er örugglega ekkert meira eftir að fá sig þarna næstöngina. þurfti að stíga tilbaka og greipa hennan bara. Vel gert. Þetta er tæft þarna en Svanhildur gerir þetta vel. Emma og Tara aftur. Tara finnur Freyju sem gerir þetta vel. Það Já. er hart sótt að henni. Ég hef ekkert hissað að það er flautað þarna en Nei. þetta er Dómarinn hörkuleikur. er að finna línuna sína. Það er vitað henni. Við
fögnum alltaf mikill í hækka línuna. Óli var hérna fyrir leik að skoða aðstæður alveg góðum klukkutíma rúmlega fyrir leik. Já. Tjekka hvort að grasið væri í lagi. Það mældi með reglustöku. Já. Mæla. Tók að fann lyktina líka. Já. Hvað er einhverju salvíu á, sko, í varmannabennum okkar. Já. Það var alveg leiðilegt að segja það. Gamla triksi. Alltaf sama triksi, sko. Emma tekur þarna móta boltan niður. Já, gengur eitthvað illa að koma boltanum bara í spil hérna. Já, nú erum við komin í eitthvað hálflátt bolta sem við viljum ekki sjá. Ég er náttúrulega eldfljót og gerir þetta ágætlega af. Heldur boltanum inn á, nei. En ekki Samerja þarna. Emma tilbaka á Kötlu. Já. Náttúrulega Selma í baráttunni vinnur skallan. Kemur áfram Hafdísi. Vel gert, ég hætti sig. Tilbaka á Svanhildi og hún kemur honum hérna fram. En á Jú. Sigríður Tveidóra setti fótinn í þennan og Þróttar að vinna hann. Já, Vessi þarna á Huldu. Þarna þekkjum við hana. Já, með flottan bolta sending. hérna. Freyju. Það er að fylla box í stelpur. Freyja er fljót og gerir þetta ágætlega en lendir í þetta vel leist í bakverðinum. Svanhildur. Þarna er engin nema Sigdís, nei, hún er hann ekki. Og ekki góð sending. Já, það kom spurning úr sal. Ég bara get ekki svarað fyrir það. Ég var í tækni vandræðum. Mun skoða þetta í hálfleik þetta með vítið. Hérna. Já. Ég sá það ekki. Hver braut á sér? Eða hver var dæmt brotlega? Svanhildur var sem sagt sökuð það að hafa verið Beitt að ofbeldi. gera sig stóra í teignum með því að nota hendur. Já, ok. Var það svona körfuboltadómur pínu? Já, sökuð að hann var reynt að grípa boltan þegar Þróttarar voru senda fyrir. Þetta mætur hún reynir að Þessi bolti upp í stúku. reyndi þetta að drepa Já, barn já. í stúkunni en það liði út allir af hluti fyrst. Hefnaðist ekki hjá henni. Svo hætti myndband af Lionel Messi sem að rotaði unga barn daginn í bandaríkjastildinni. Það þótti óöpilegt. Hérna er Þróttar, það er búin að vera mikið pláss hjá þeim á miðjunni. Það eru bara mjög hreyfanlegar og er að finna svæði ísköld þarna hún á flaggar flaggarann hann. rángstöðu. Við Bjarki höfum lýst þessu innan nokkrum leikjum og við höfum séð þetta aukast því miður hérna heima. Þessi lenska einhvern veginn að Það flaggar seint. flagga seint og ég átta mig bara ekki alveg á því. Þú ert ekki með VAR. Ég skil það átt með VAR en þú ert ekki með VAR. Þú taktu bara ákvörðunum því að koma þessi moment, þessi meðslinn og eitthvað svona samstuð kannski út af engu. Þarna var nú heldur betur næstu því orðin árækstur þannig að það hefði alveg auðvitað að geta hotist ykkur meðsli þarna. Þessi partur af undirbúninum þegar náttúrulega eru dómararnir búin að vera mikið á undirbúninum fyrir VAR hérna heima. Ég veit ekki hvernig það á að leysast þegar við getum ekki svona hljóðið í lagi í útsendingunni en það er annar mál. Smá skot okkur sjálf. Katla þarna. Já, það var ansi tæft. Ansi tæft þarna. Herdís, nei, við erum bara ekki að ná að tengja. Nei, ég held að John sé byrjaðar að finna fjöltengi fyrir hárþurrkunni í hálfleik. Því að þetta er leikur sem við spilum ekki oft. Þessi kaotíska vantar alltaf yfirvegun og ró í okkur. Og stuðningur stúkluna hérna í hindarlokki. Ómar Fossvoginn. Vonandi að stelpurnar ná að setja að jafna fyrir hálfleik væri frábært. Já, þessi er út af og Víkingur og innkast. En ég minna, ok, við tökum þetta bara heiðarlega því ég misti smá partí að leika á tæknum á. Er XG, þú veist, fyrir utan vítið, er það ekki bara 0, eitthvað hjá bára liðin, 0,3 eða eitthvað? Já, en það er langskot samt, sko. Já, ok. Þannig að ef eitthvað það vætti, ef XG myndi ráða. Við teljum að XG hjá Víkingum mætti að vera 1. Já, alltaf vítið er náttúrulega 0,9 eða eitthvað, sko. En hérna, já, ok. Við höfum alltaf lofað... kannski bara segja að þetta hafi verið nokkuð jafnt. Já, ok. Við lofum alltaf mörkum hérna í Víkinni og við höfum ekki staðið við að henga til. Það er 1-0 fyrir útiliðinu og ég held við höfum ekki farið inn í hálfleik hinga til á þessu ári í útsendingu í okkur þar sem við förum inn undir í hálfleik. Já, það er mitt. Já,
Þróttur er náttúrulega að díla við breytingar líka eins og við, þetta er bara vel leist hjá þeim, við finnst þetta mjög vel skipulaður og ætla ekki að mæta hérna til þess að láta labba yfir sig. Nei. Gerir það nú enginn. Það gerir það nú fáir held ég, en þá þurfum við eitthvað að gera okkar megin til þess að lyfta okkar leik upp. Þarna er Freyja aðgangshörð og brýtur af sér. Þarna er línan, sagði dómarinn, þetta má ekki. Já, hann fann hana. Já, hann fann línuna. Sigdís með svona mótor sem getur sett leikinn allt í unni gang. Finnur þetta Freyju sem er alein út á kantinum, gerir þetta ágætlega. En það er hún að fara fram í að baka, hún er fljót líka bakurinn, það er ekki margar að setja í henni. Hörku fljótu búin að vera Gerir þetta frábærlega og kemur henni fyrir. Þarna beið Sigdís eins og gammur. Já, þetta var frábærlega gert og Sigdís þarna, þetta er þessi litlu hlutir sem maður elskar. En jú, býttu Bergdís, Hafdís, og Tara, heyrðu! Þessi rétt yfir. Fínt að jafna bara með 30 metrunum. Það er ekki verið leiðilegt. Biðumst hennar velvirðingu eftir á hljóðvandamálum í byrjun leiksins. Það fór allt í skrúfuna sem gat farið í skrúfuna. Já. Og við þurfum bara að skila þessari skrúfu svo þetta gerast. Já. En við erum strax í fínu lagi núna. Þetta líka mér alltaf hrifin þegar liðin sem spila mót okkur er inn í tveimur boltan en það er engin pressa. Tara upp í hornið á Freyju. Þessi sending. Metnaðarfull. Það er mitt veistlaginn í húsi klukkan 7. Þannig að þeir sem eru þar með veistlu geta notið þess að sjá hérna. Og heyra. Og heldur betur heyra. Ég held að sé ekki fólki hérna í Fossvoginum heyri vel í þessu líka. Þetta er pressa, ágætispressa, en Það leysir þetta bara mjög vel. Það er alveg óþólandi vel. Hér eru við ekki hlutlausir, höfum aldrei sagst vera það. Þetta gerir Selma vel, þarna þekki ég hana. Hlýtur dómarinn að, nei, hann lætur þetta ganga að halda áfram. Þetta eru býtukottum henni fjær, sjáðu yfir. Þarna vantaði smá. Freyja er alltaf að fara upp hægri kantinn, hann ætlaði aldrei Tara að kíkja upp. Tara þekkir þetta. Já, þetta er Ólafur Kristjánsson þekktur fyrir fátt annað en að vera nákvæmur. Það er svona helsta sem ég veit um hann sem þjálfara. Langur bolti hérna inn og Selma. Það er eins og þetta frá Emma. Inn á miðuna hérna á Bergdísi, út á Svanhildi. Tilbaka á Emmu. Langan, jæja. Þetta er stórhættulegur bolti samt, Freyja. Já, vinnum innkast. Þetta er flott. Innkast sem að Víkingar eiga. Já, einmitt, það er rétt. Boltinn líka búinn að vera mikið að hægra megin. Já. Og við erum ekki með beint með okkar lélegustu leikmenn á vinstri kantinum nú í dag. Það er alveg klárt. Þetta á Sigdís. Emma kemur góðan bolta fyrir hérna. Þessi var aðeins herri. En við höldum áfram smá pressu á þetta. Sigdís kemur hérna móti, þetta er sökulegt og ég vil fá spjald, takk fyrir, við óskum eftir standard og fáum hann. Þetta var ekki fallegt og mér finnst þetta sé ekki jákvætt sem er í gangi hérna og það er kallað dagbjörstu. Já, Kristrún Rut Antonsdóttir var allt of sein í þetta og sýndi allt of mikið af þeim hluta skósins sem við viljum ekki sjá. Já, sem eru takarnir, ég veit það ekki. Það er alltaf leiðilegt að sjá leikmenn detta niður í þessum leikjum ef við köllum Lengjubikarinn undirbúningstímabili þegar nú margir ekki alveg sammála með það. Nei. Kalla þetta, það var umræðum daginn að þetta setja Evrópusæti á þetta. Já. Ég veit ekki alveg hvernig það make sense. Kannski byrja að setja Evrópusæti á bikarmeistarana. Já, það væri nú ekki vitlaust. Ég rætti þetta mitt, þessa hugmynd margoft og ég ætla að segja þetta bara aftur núna fyrst það er ekkert að gerast. Það væri snilld ef við getum verið með play-off. Það er allt í lagi, segjum að það fari ekki strax inn í deildina. Já. Það fyrstu tvö, efsta sæti fyrir deildina, það er fyrir meistaradeildina. Já. Svo annars sætið, það þarf að spila við bikarmeistarana. Já. Það væri klikkaður leikur bara í ágúst. Aukaleikur.
djúðlega gaman maður, fullur völlur. Já, það hefur verið gaman í fyrra, þá hefðu spilað annar leik við Breiðablik. Hvaða tvær hittum núna segiru? Já, það eru tvær farnar að hýta upp. Sigdís stendur þetta á sér, það er nú jákvætt. Er þetta ekki Nadia? Sé ekki hver hinn er. Þessi. Það er okkur bolti fyrir hérna. Býtu, þetta er ekki búið. Selma, vel gert þarna hjá markmannunum. Það er ekki boltan, en það er svona, já, það er eitthvað svona, ekki að segja deyfði við liðinu, en það er eitthvað ekki eins og það á að vera hérna í dag. Nei. Þú mátt koma með kenningu. Spurningu, endilega. Við söknum Birtu náttúrulega að vera best að Birtu í öllum stöðum, sko. Sierra er svo sterk. Býtu, hún er komin alinn í gegn, hvað gerist? Katla verið þetta frábærlega. Svona markvæslu geta breytt leikjum og við vonum svo sannlega þetta séðan við þetta bara spiluðu þessi í gegn, við erum löngu bolta, einn snerting, og bara bam. Og hérna sáum við ljósmyndarinn okkar knái, hver er þetta? Hvaða mistar er þetta? Er þetta Óðinn? Nei, þetta er hótspilan tekinn hérna. Freyr er að pressa þér í að klúra þessu. Sigdís ekki trætt þarna eftir. Það er þarna annað spark. Gott að hún er ekki meira metið það að hún þorði að fara í beint í næstu tæklingu. Já. Hún er hörð af sér. Það er þessi líka, Tara Jóns, en býtum við. Já, dómarinn dæmið þarna einhver spilnu eftir að Þróttarinn lagðist niður og tók út hérna boltann og kom sér þær. Með fyrir markamínútan góða að sigla í hlað. Það er alls ekkert markamínúta. Nei, samkvæmt gögnunum er það bara eitthvað kjaftaði og tilfinning. Við vinnum ekki með tilfinningar í vikinni, bara með stemmingu. Það er alltaf kláran leikarinn með boltann í sínum fórum, Þróttarar. Hann gerir þetta vel alltaf. Það segir ég og Teodora. Það er rosa mikið pláss, svakalegt pláss. Alltaf að losa boltan. Nú þetta leikuna földu, komin í tegin og fyrir boltan, nei. Betur fer, komin í burtu, tímabundið burtu. Selma, það er ekki snúð boltan þarna. Þetta var clever sending þarna maður. En það er ekki alltaf leið. Eins og sé, 2 mínútur eftir, við maður er bara hálf orðlaus yfir hérna svona skorti á færum í dag. Ég er bara eiginlega verða í staldra þar við, sko. Gíja er ekki á bekknum, Gíja var líklega meidd. Það er enda sko Rakel skilgreind sem svona vinstri hliðar leikmaður. Ekki endilega bara varnarmaður, en ég skil hvað meinar. Það er ekki Nadia kannski svona eina alvöru ógnin á bekknum, sko. Þetta er vel spilað hérna hjá Þrótti. Einmitt. Akkurat. Þessi bolti kemur fyrir. Þetta hefði ekkert enda illa bíti. Nei, við höfum að koma þessi burtu. Ekki að hreinsa og það er Katla grípar bara, ekkert mál. Glæni að Rínatanska. Hún bara, mér skilst að hún sé þannig típa, hún þarf að hafa nýtt allt í hverjum leik, sko. Ég veist þetta. Kemur við strá mömmunni. Já, ekki frá mér. Ekki frá pappar. Svanhildur, ok, nú þurfum við að ná byggja upp einu sókn. En nei, það er bara eitt langur. Hvað gerir Selma þarna? Pressar þetta vel upp þarna en Sæjun leyst þetta vel hérna vörðinni. Tara, nei, hún finnur ekki Samarja að gera hins vegar Þróttarar. En það er finna líka hvert á að setja boltan og það er út af. Skilti góða er fyrir utan blaðamannstúkuna og þá fáum við vonandi að sjá fljótlega hvað hérna er bætt við í fyrirháleik. Gerir það fyrir svona 2 mínútum. Það var eitthvað smá nutt hér og þar og ekkert mjög langt. Nei. Selma baráttunni kemur hún að hátta í sig, hún er að snúa. Það eru kringina hérna. Já, shit, þarna mátt hún ekki við marknum eins og þetta er. Selma er mætt allavega öll í fíla þetta. Nei, þarna vantar samskiptafærni. Misskilningur og þá róa Þróttarar þetta niður. Það er alveg að fara að slá 45. Við fáum eftirlega ekki að sjá hvað er bætt við, nei. Það verður bara að hafa það. Gefum okkur það að séu 2 mínútur bara, minnst það fínt gískaður. Eitthvað svoleiðis.
og Hulda er á undan í, nei, heyrðu, reynda að setja hann hérna. Það Framhjá gerir flottara Þróttarar en- þetta, Hulda gerir Já. þetta vel, þetta, sko, sem þjálfari þá ertu eiginlega Já. bara gladur að svona gerist. Þess að þetta var recovery upp á 10, sko. Já, og vann heldur betur vel tilbaka þarna Já. og redda þessu. Ekkert að vorkenna sér, Nei. bara næsta mál, vel gert Hulda. Góða mínútu fram yfir, dómarinn er nú ekkert að gera sér líklega en það strax. Nei. Jú, Og þarna gerði þarna hann kom það, Já. það er hálfleikur, Já. við ætlum að taka, ef gerir hérna fyrta þessi hljóðun í hálfleik og svona. Tökum okkur verðskuldaða pásu. Já, ég held Já. að. Takk fyrir okkur, við sjáum þetta smá.
Já, við erum þetta í hálfleiknum aðeins að gera smá prófanir hvort það sé í lagi með allt hérna. Ég held að sé bara allt í fínu lagi nema með úrslitin. Við vonum að það lagist í síðari hálfleik. Staðan ennþá 0-1. Já, ekki búið breyst. Það ekkert breyst hérna í hálfleiknum. En já, við sjáum hvað gerist í seinni hálfleik eftir örstundastund. Yes.
Það er alltaf að vera vitlaust, almannavarnir mættu á svæðið og það er verið að rýma svæðið. Þannig það er alltaf verið að reddi hérna í seinni hálfleik. Staðan 0-1. Þróttur yfir hérna eftir vítaspyrnu í fyrri hálfleik og ég sé nú ekki í fljótu bragði neina breytingu. En sjáum hvað gerist þegar þetta fer að rúlla af stað. Nei, ég sé ekki neina einustu breytingu á vítaspyrnu eða lána. Einhvern veginn ekki var ráðist á mig í hálfleik af starfsmanni almannavarna. Átti að rýma hérna búrið. Jæja, ég býst við því að við fáum að sjá einhverja smá breytingu inn í seinni hálfleik. Það var eitthvað skjálfti hérna í stúkunni, heyrði ég. Já, það var ekki, en ungu stelpunar, okkar bestu, í fimmtánlokki kvenna, þær voru í góðum fíling. Já. Já, liðsvalinu. Nei. Ég heyrði eina hárþurrku fara í gang á þeim, sko. Já, ég er nokkuð vissum að Kristó hefur tekið, hérna, ég ætla bara að biðja eina breytingu. Nei, ekki gera það, ekki segja það. Ég voru að klára það núna. Það fá breytt hugafar. Ég heiti Tóta og spurði Tóta, það er ekki satt. Tóti var sérst línuverður. Já. Þetta er svo gott. Afsakið að dótiðarinn í pappabrandarar.is útsendingar okkar. Ég ætla að hlæja þessi allt kvöld, sko. Jésús. Já, þetta er... Pæli hvað það lítið til að hafa gaman. Það er gott. Ég ætla að fara að tala við hann ljósmæður til leikinn og fá að vita hvað hann er að geta. Hann er búinn að hlaupa svona 8 km í fyrirvægt. Þetta er almennilegt, hann er með stól og allt klárt hérna. Og ekkert vesinn, sko. En við ætlum að einbytta okkur á leiknum. Hérna er Emma, setja boltan í stúkuna, nei, í varamannskilið, ansakið. Það var eftir að hitta hann í John eftir hálfleiksræðuna. Komið þessum að rafmagnstruflun hérna í stúkunni út af Almannavörnum? Nei, út af þessari árþörkun í klefa. Já. Ég skilst að hann sé með og hárþurrku frá Bandaríkjunum á 110 voltum sem að þarf strömbreyti. Það var hræðilegt. Hárbolt hérna í hotni, held að þetta er vel gert hjá Þrótturum hérna. Það spila þetta bara nokkuð vel. Birta kemst að milli, en kemur hún ekki frá... Hörðu, hún verið þetta þvílík vatlamaður! Herðu, Katla er búin að senda skil, ég var ekki markmaður núna. Hún er vant að láta hans Eiríksson. Það er stelpur, það er 3-0 ef ég var ekki þetta. Rífi ykkur í gang. Það er svolítið þannig, bara heiðarlega sagt. Já, hún er búin að vinna vel fyrir kaupinu sínu hérna í kvöld. Heldur Pétur, nú þurfum við að koma þessum bolta í burtu. Byrjum að leika aðeins á afturfótunum. Seinna leikinn. Já, svona svolítið eins og enduðum það fyrir. Já. Það er óvanlegt, þú heyrir, fólk sem er að hlusta á okkur reglulega, kannski heyrir á okkur í pínu, svona ekki brýðin, svona aðeins. Við erum ekki sáttir. Ekki dróð glaðir. Þetta gerur hún það frábælega vel, en Hulda lokar hérna. Þetta er markspyrna. Hulda lokaði hérna vel. Katla kemur þessu stað, finnur Emmu, ef maður lítur upp, þá ekkert að negla boltana fram núna. Jú, það er þannig beint í það. Þetta er erfitt nefnilega, sko, það þarf eitthvað, já, við náum þessu spil í gangu eftir, ég kalla þetta því að fáum. Já, það er æða hérna bara upp vinstra megin og í gegn og fyrir boltinn hérna. Katla grípur þetta. Staðan í dag þá er Fotmob skórið okkar hérna í útlendingunni, er Katla með 9, kom eitthvað hengun, getur lítið gert við þessu víti. Nú segir hún bara, þessi bolti sprunginn, láttu bensa hafa hann. Þetta var ekki bara, það var persónulegt. Já. Ég held ekki að þetta er bolti sem að Óli Kristjáns fann hérna fyrir leikinn. Fann bolta hérna, þetta er allt plana, sko. Hann er klókur. Hvaða bolta Bensi hefur fundið til hérna fyrir leik? Hann er bara sendið og komið FedEx frá Spáni. Já, einmitt, hann er mertur hérna, það sem að Bensa þótti náttúrulega bestu það mál að hann var áritaður á Hrafnhildi. Það þótti okkur, það fyndið að við gátum ekki annars. Alla skila boltana líka. En dómarinn segir áfram gakk. Gríftu þennan. Eitthvað kíkja á þessu boltamál. Já, þetta er náttúrulega 9 boltar líka. Fengum hann einhverja stóra sendingu á boltum í daginn.
24 mótilið. Þessi bolti fer út af Já, okkar útsendari á hliðalínu ætlar að koma að staði hver að hitta þarna upp. Skiptum kannski yfir hann á eftir. Er það Þórdís eða? Sýnist það, jú. Er það ekki? Þórdís og Nadia er hitta upp. Þróttararnir aftur konur að stað. Það eru að leysa þess að þröngu stöðu rosalega vel og þetta er frábær. Nei. Sjá. Átt hún auðvelda sendingu tilbaka á Kötlu en kaus að gera það ekki. Við erum bara í svolítið ströggli hérna núna. Kemur Selma. Það fyrir hann að Berdísi. En nei, vá. Já, ég hef náttúrulega mitt búin að tala um það hérna í bráðum rúmt ára að Birta heima inn í miðjubónum og aldrei aftar en það. En hérna, John er ekki sammála. Nú er komin hætta hérna ferðina. Katla greipur þetta. Já, hún fengi einhver bónustig í fantasy-leiknum, það er klart í dag. Það verður bara tveisar svona stórkostlega. Ég held að hann þurfi að skipta hanska eftir þennan leik. Já, við þurfum að senda skilaboð á Rinat og sjá hvernig lagurinn er. Boltinn við þeim Hafdísi. Hafdísi er búin að vera svolítið leiðilegt að sjá því hún fór alveg frábæla staðinn í janúar í Reykjavík-mótinu. Hún er ekki komist í takt við leikinn, ekki frekar en kannski ykkur annar. Selma hefur verið að reyna alveg svaka mikið. Já, þetta er allt og auðvelt hérna á miðjunni. Þetta er rosa létt. Svo hann heldur hann ítt þarna og hvað segir dómarinn? Jú, þetta er aukaspyrna. Fíla þetta. Það má ekki. Hann er ekki bara fundið línuna sinni heldur líka reglubókina. Já. Alltaf með eitt auka eintaketinn í vík fyrir dómarana. Og nei, býtu við. Þetta var lesið. Já. Berdís hreinsar þetta upp. Nú þurfum við að fá stelpur. Eru Þróttararnir 17 inn á vellinu? Ég byrja til að telja. Þetta ég veit ekki sem að dómarna. Nei, þetta gerur ekki nema með. Þetta er úr efstu hillunni og hvað gerir Berdís hérna? Nei, hún er ekki að koma á Freyju. Þetta maður fara í gegn maður. Það geggju hreyfingarnir í vörninni hjá henni. Já, hún var umkring, það voru 3 ár hann í kringum hana. Sjáum hvað Þróttur er að gera þetta í uppspilinu hjá Víking að ná að loka gjörsamlega öllum svæðum. Já, þetta er magna. Það er langt síðan að við höfum séð lið koma hingað minnst þetta og taka kontról á leiknum svona alveg. Þannig Berdís vel gert þarna, vinnur boltann og Selma. Selma er mjög mikilvæg prímusmótor í liðinu. Það er svolítið búið að fara í harkalegi Freyju en hún er búin að standa allt af sér. Ég heyrði skildmenni hennar hérna áðan í hálfleik tala um 15 mínútur viðbót mögulega. Þannig að ætla við sem ekki sjá breytingu fljótlega bara á hjá henni. Já, nýkomin úr landslýsverkefni með 17 fara rólega stað. Já, stóð sér frábælega þar, laði upp 2 mörk í 4-0 sigri Íslendinga, ekki? Sjáum Berdís með boltan hérna út á vængina og Sigdís vinstra megin. Sigdís er sterk og kemur á Freyju. Hún er ekki þreytt til ferðalagið og skora! Þvílíkt mark! Þvílík innkoma! Freyja Stefánsdóttir, koma svo áfram Víkingur. Frábærlega gert þarna hjá Dísunum og Freyju. Við erum bara að kalla hana Freyjudís. Ég bara misti orðið hérna, þetta var svo flott mark. Já. Djöfull er þetta gott maður. Það var glæsilegt. Líka finn ég að hérna tók smá Rikka G þarna aftur. Já. Biður Rikka G afsökunar, ég er ekki borgar hún neitt stefgjöld. Engin höfundaréttur. Nei. Það var svona, bara jafnaðist næstu á við þetta magg.
þetta Já. góða öskur. Þetta var frábærlega að spila hjá okkur þarna. Þetta var Já. svona viljum við hafa þetta. Selma, Bergdís og Sigdís sem að sköpuðu þetta fyrir Freyju sem að afgreita þetta bara þræl vel. Heldur betur hún bara, sko, þessi bolti, hann söng í netinu. Já. Sko. Við viljum helst að boltandi syngi hérna í netinu. Við erum söngelst lið. Já, söngelskir menn í útsendingunni. Nú er allt inn í lundin orðin léttari hjá okkur, Já. heldur betur. Allt annað. En við erum svolítið í brasi hérna aftast. Þær eru að ná að pressa allt og mikið á okkur. Nú er ég ekki þjálfari, sko. Nei. Ég set alltaf ykkur spyr mig, ég sé ekki vera læknir þegar fólk biður mér ráð hjá mér, en hérna, er ekki búið að, eins og Hulda. Já. Ég er ekki að meina hún sé ykkur ástæði fyrir neinu, bara hún er Nei. frábær fram á við. Já, Heyrðu. þetta gerir Ó, Freyja Freyja vel. gerir þetta frábærlega hana. En við erum bara, það er svo mikla tilfærslu, með Þórdís hefur Já, spilað algjörlega. mikið vinstri bakverðin, Já. ekki? Hún er náttúrulega í þeirri stöðu, þannig að ég veit það ekki. Hún hefur fáum að sjá okkur breytingar fljótlega. Það tóka þarna í emmu, Já, Svanhildur elskar vinstri fótinn sinn, Já. svo við gerum, Heftis bara gerir þetta frábærlega. Nei, það er Jú, mæta býtu, Selma, út af Freyju en það er ekki Sóley þarna mæta aftur já það er, og loka. Freyja, það er stundum með Freyja, það er að henda boltanum bara eitthvað fram völlinu, hún hleypur, en þarna er bakverðin, það er helviti snögg maður. Hún er búin að vera vel í við Freyju í þessum leik. Já, það Það er- sjáum við ekki oft. Nei, það er ekki, Hörðu, Sigdís næstu búin að og taka pressa, hann. Já, það pressa nokkar loksins inn. og það er eina örvæntingafulla sendingu hinn í gegn, en það er engin. Bara Karla. Og við byrjum að byggja upp aftur. Svanhildur missir boltan frá sér, hann slæmum en stað og brýtur af sér brýtur og taktískt, þetta þetta gerði var- nú verið spjald á, tekur þetta spjald á sig. Þetta er bara fínasta spjald, þetta var engin ílska. Nei. Bara, viltu, heyrðu, Já, komdu hingað sagði hann. þetta sáum við í leikjudeildinni í fyrra. Það var lítið verið að svona, hvað segir maður, það var lítið einhverjar sýningar. Já. Það var bara, heyrðu, stoppum þetta núna. Fíla mig á stómgæslega lengi þegar í fyrra, hún var alveg frábær. Já, Sem áhorfandi á eiginlega alla leiki sem ég sá. Ég sá örugglega alla leiki í okkur, já. fullt af öðrum. Ég bara sá ekki slæma dómara framistu. Sko. Það er bara mjög gott. Sjáum hvað gerist hér. Já, Þrótti. Flottubolti fyrir. Burt með þetta. Þetta hefði ég viljað sjá til dæmis. Sjá. Heyrðu, shit. Nei. Nei. 2-1. Hann var alein. Það er að gerast. Nei, Við sáum ekki hún var lágvaxin að faðma hann þarna. Já, Já, ég held að þetta sé númer 17. Ég minnir hún sem er 17 þessi stúlka. Leikmaður Þróttar. alein þarna. Þetta er Þetta var Kristrún Rutt Antonsdóttir. Það ekki? Það held ég alein þarna fjær. Þróttar skoraði leikmann á 17, Kristrún Rut Arnaldsdóttir. Jöld var þetta flott hjá okkur þarna. Já. Það var fagmannlega gert hjá þurrunum. En varnavinnan hjá okkur í dag er búin að vera svona ekki alveg svo besta. Nei. Þarna vantaði alveg helling upp á talninguna. Hún stóð galopin En sko líka sem ég ætla að segja á hann Já. rétt áður en það skoruðu var hvað þær voru miklu grimmari í boltan. Já, einmitt. Var ekki Selma, að sjá. þetta var enda fallega gert þarna. Og Sigdís eftir að sóla alla Þróttara. Þetta er Svanhildi. Já, Freyja kemur Bæði- boltan fyrir. sáum þetta í hotspinnunum hérna hjá okkur í fyrri hálfleik að við vorum að fá svona dauða færi en við vorum bara ekki að mæta boltan. Einmitt. Þetta er líka bara full létt sem er að gerast núna, sko. Já, Nema Selma, hún er alltaf mætt. Ég nefndi Ermit réttan, skoruðum í öfnumarkið, hún er mikilvægur prímusmótor í hérna í liðinu. algjörlega. Hún er búin að hlaupa sína kílómetra í dag heldur betur. En það vantar eitthvað upp á liðið tengir saman sendingar. Það er búið að vanta alveg hrikalega upp á þetta og Já, skrítið að sjá þetta. Freyja pressar hennan. Það var handarhreyfingur John sem að ég held að það sé ekkit eitthvað svart, hann sé ekkit sérstaklega ánægður með. Hann er klár í skiptingu, sýnist mér, næst örgulega. Þegar boltin fyrir á leik. Sé Já. ekki betur en að Nadia sé klár. Og ég þekki Nadíu Halldóttur rétt, þá er hún ekki ánægð með að vera á bekknum í dag. Freyja gerir þetta vel. Hún er búin að standa sig líka frábærlega á undirbúningstímabilinu. Sigdís lítur upp að Tara biður hann. En maður lætur hann fara yfir sig og
Fín Nú erum við í pressa vandræðum hérna. Já, þessi fer Þetta endar er út af. erfitt. Þetta er erfitt. Þetta er mjög erfitt. Skipting, Skipting. segir Takk. Kristoffer. Það er Freyja Stefansdóttir sem að kemur hérna af velli. Þetta stemdi við þegar þakkum gildmenni hennar fyrir þessar upplýsingar. Víkingabreytingar liðsinu út af þeir leikmaður nr. 9 Freyja Stefansdóttir og innan kemur leikmaður nr. 22 Nadia Atladóttir. Það ganga áhörundur á göflunum. Alltaf vera vitlaust hinn í stúkunni. Það Það var var ein skipting. skipting, já. Rétt. Nú hefur við séð Nadia Atladóttir taka yfir leiki og nú er heldur betur tækifæri Nadia til að taka þennan leik yfir. Já, það hefði nú verið eitthvað jinxið þar og Þróttararnir með góða sendingu upp í horni hérna en Hulda kveikti hérna á eftirbrennanum. Já, með Hafdís verður á kantinn, Nadia fer fram, Sigdís heldur sér á vinstri kantinum. Já, þetta gerir Hulda vel, skýlir þessum bolta út af. Ég ætla bara að segja hérna, við söknum Gíu og Ernu, ekki það að ég sé að taka neitt frá leikmönnum sem þetta er bara leikmenn sem er ekki að spila þessu stöðu vanalega. Já. Berdís finnur ekkert svar fram á við Nei, þetta er Katla. mjög erfitt. Erfitt og bara strax maður vissi að pressan kemur um leið sko. En þetta er ágætlega listi okkur núna. Birta ætla að fara áfram á Nadiu. Þróttararnir fá svolítinn tíma til að hugsa málið. Það er fá tíma og það er fá að læsa okkur inni þegar við erum að koma upp með boltan. Já, Nadia er mætt þarna í sín hlaup og hún er að fara að láta finna fyrir sig. Ég hef engar áhyggjur af öðru sko. Það er svona þetta bíl á milli varnar sóknar og miðju, þetta er svona skrítið sko. Svo líkur um að IBF bara, það var svona yfirveguð og svona kalkilegt framistæða sko, samt með þessum miklu breytingum á vörninni. Já. Sendum bara hlýjar kveður og batakveður á Gíu og Ernu. Já. Sjáum það er á móti FH á föstudaginn. Ég held að sé allavega ekki mjög langt í Gíu. Já, hún hélt hún yrði mögulega með Já. í podcastinu okkar á miðvikudaginn. Þetta er voða auðvelt en hann er að mætt þarna þetta að finna fyrir sér stegarna á hana. Þarna voru þar mjög ósammála um það hvort þeir ættu að taka boltan. Berdís og... Þetta er allt þarna. Þeir byrju ekki kessinu í skotið. Nei, Hulda mætir hérna vel gert. Kemur fram völlin. Dreinkast. Vinst að fengi hérna leikmaður, varnarmaður Þróttar númer 5. Nadia virðist að hafa eitthvað Já, það er Jelena. stimplað smá takk að fara á hana syns mér. Þarna vantar bolta krakkan okkar góðu. Já, ef við mann rétt þá var Jelena meitt svolítið í fyrra. Það var ekki spilað. Það var spilað heilt tímabili fyrra. Það held ég bara alveg rétt hjá mér. Þú hefur sjaldan rámt fyrir þér. Treystið þið bara. Já. Og Já, vel pressað hérna að sitja sig. sammála þessum leyniskilabóðum þína Gunnar hann á skjánum. Ég ætla ekki að lesa þau upp en ég er sammála þér. Þetta er svona incriminating upplýsingar. Og Og fljótur að láta þetta hverfa. heldur betur, enga minningar, Nei. enga sannanir. Sjáum hvað Svanhildur gerir hérna. Töru Já, sem boltinn fer eitthvað fram hjá henni þarna og Þróttarar konar stað aftur í sókn. Boltinn fer hérna fram vellin á. nei, Bíddu. herðu, þessi fór bara næstu Þarna í mátti gegnum allt. engum muna Emma sem betur fyrir á sínu stað. Selma, Tara, Matís. Svanhildur. Tara og Svanhildur aftur. já þetta er ágætt núna. Berdís, þetta er betra. Já, maður þess að færa boltan. Maður er nú að teygja Þrótturunum, þær eru vel skipulaðar. Sér þetta þarna bara
Það er rosa lítið svör fram á því hérna hjá okkur. Já, ekki neitt. Tara sækir þennan bolta og við erum bara að láta pressa okkur alveg Þetta niður í er teig metnaðarfullt og missum þarna, boltan hérna á úff. hræðilegum stað og geðvegt skot hérna, vá, þetta var frábært skot hjá Sigri Theodóru, Ég var að segja vægast sagt. vægast sagt. Já. Þetta hefði getað við þriðja markið, en við höldum okkur lífi ennþá í þessum leik. Já. Selma gerir þetta frábælega þarna, en nú þurfum við að ríða okkur í gang. Það vanti bara smá vítamín sprautu. Já, Selma með langa bolta hérna fram með þessi fyrir út af innkast, setur Óttur á. Það er, já, bekkurinn á Þrótti sínum sem er bara allur að hita upp núna. Og rúlla fleiri leikmannum, klálega. Þetta er allt og auðvelt. Já, þetta er eins og þetta sé einhver æfing. Og líka þarna, sko, það er bara nóg pláss til að koma boltanum fyrir. Og Hulda mætir þessum já og Bergdís. Lúður honum rakleiðir fram, sko. Þetta er- reyndar er örugglega enga sem við eigum. Já, það er rétt. Snertu þarna leikmann Þrótt á leiðin út af. Þá er bekkurinn hjá Víking að fara að hita upp. Svo hvað Tara gerir hér, fær boltan frá Svanhildi. Þessi fer bara út af og það er innkast sem að Emma tekur og sendur á Kötlu. Leiðilegt að sjá Þróttarana að við vorum að detta í rosa gott skapið rétt á hann og Já. svo bara tóku þær góða skapið á okkur. Það má ekki vera gaman. Það má aldrei gera neitt lengur eins og þetta er. Ef við fáum jöfnumar fljótlega getum við átt svolítið spennandi lokamínútur í vændum, en svo lengi sem heldur svona áfram þá endur þetta bara á einn veg og það er að Þróttararnir bæta í marki, sko. Já, Þær eru alveg svakalega grimmar, maður. Já. Ég held að Óli getur nú verið mjög ánægður með frammistöðu þeirra í dag. já. Við höfum sagt þetta áður, hérna, það vantar urgency, er það ekki orðið? Já, þetta er þess að grimmt að vera undan í boltan, gera árás. Shit. Ég vil ekki sjá þetta. Nei, það var álitlegt færi hjá Þrótti en það var enginn hérna á hinum endanum þess að mæta þessu. Tara tilbaka á Kötlu. Hulda og missir hennan út af. Já, það er grimmt á bekknum með spurt. Já, Ég held það. Það er ein þarna sem ég veit að hún er mjög grimm. hún er grimm. Eins og foreldrar sínir og systkini. Já, alla pabbi sinn. Það ekki? Ljúfasti maður sem ég þekki. Já, Eða næst, kannski. já. Hörðu, Sigdís. Æ, hún er, já. Vel gert þarna. Nadia kemur á milli. Það er ekki mikið síðan til Nadia eftir að hún kom inn á. Gerir þetta vel þarna og finnur Selmu. Nei, finnur Bergdísi. Nei. Nei, fann engan. Og Þróttar hann. Og þær finna bara næsta Þróttara. Og næsta. Leysa þetta vel. Það er Hulda að gefa í. Nei. Kemst þetta fram fyrir hana. Já, vel gert hjá Huldu. Vinna hotspinnu. Þróttu vinnu hotspinnu. Það eru tæpar 20 mínútur eftir, rúma 20 mínútur eftir að leiknum segi ég, og hér er frábær ljósmyndari Já. leiksins Og Harðarspretti. á mínum spretti, á harðarspretti, sko. Það er Jæja. Já, hörðu, nú er Sigríður Theodóra bara alveg Heyrðu, opin þetta er hérna þvílíkt og- skot! Nei, þetta er ekki ráðstæða. Katla er alveg brjáluð. En varði þetta skot fáránlega vel? Ég sá það ekki. En þannig klappað fyrir leikmanni sem að er að labba frá. Hún er þetta númer 17, býtu, þetta er ekki hún. Þetta er
Jú, ég man bara ekki númer en 23, getur það verið? Það var Sigríður Theodóra sem átti þetta skot á markið en það var Ég sá ekki hver mark. 7. 7 sem skoraði. Jú, númer 7. Nei, hún er á bekknum. Herdís. Númer 7 sem skoraði fyrir Þróttar Brynjar Rán Knudsen. Og við getum alltaf kært þennan leik út af rangri skýrslu. Nei, ég er að djóka með þessu. Hvernig einasta leikar þessi brandarinn sagður. Svanhildur. Þetta er... Nei. Það er bara að fá tíma. Já. Katla varðan í sko stopparboltan verðan. Svo dettur hann bara niður og þá kemur Þróttar og setur hann niður línuna. Bara röðan. Já, einmitt. Katla var auðvitað samanlæðir. Ég er svo sem líka en við kíkjum á þetta í varinu eftir. Þetta er vel gert í Hátís og Svanhildi þarna, leika vel saman. Kemur fyrir og Nadia vel gert! Klárum þetta! Nei, heyrðu! Þetta er eins og Hún bara lá þarna og greip boltan. Það dæmir hotspinnu. Ég ætla bara að fá að segja brandarinn samt að því að þetta er vonandi allt í lagi með leikmannin. Ég býst því, sáuði myndbandi af leiknum, það var leikur í Hollandi sem að svipa gerist og leikmann þetta niður, svo fara hann skotið í hann og hann leggst niður, svo kom fyrirgjöf í hann og hann leggst niður og svo leggur hann niður og þá er bomba boltan í andlitið á hann. Þetta var svolítið þannig moment, ég vona að sé lægi með hana. Hvernig lendi hún samstöðu markmannin sinna? Já, lendi samstöðu og svo fekk hún boltan í sig frá Bergdísi, sýndist mér. Já, svona til að bæta gráu og svart þarna í lokin. Nadia er ekki ánægð með þetta. Nei, ég get svona skilja það. Rökraði þarna við dómarann sem segir bara ég er búinn að dæma hotspinnu og þar við sittur. Hann ræður líka, það er íst þannig. Já, Emma með leik þátt sátt þetta. Tók þetta gamla góða skutlið. Já. Og ég er nú gagnrýni nú ekki leikmenn sem leikja á jörðinni að setja hendur fyrir andlit sitt. Nei, ég ætla nú seint að gera það. Býst það verður nú eitthvað meira heldur en 2 mínútur hérna í síðari hálfleik bætt við. Já. Það má gera ráð fyrir því, þannig að ég hvetjum fólk til að fara skjótast á klósettið núna. Já, eða poppa meira. Eða poppa. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að hafa popp. En sko, já, við hefum FH í næsta leik og með tapi í dag þá erum við upp á aðra önnur lið komin. Já. Varðandi niðurstöðunarriðlinum. Ef að FH vinnur, ef að Stjarnan vinnur í BVF og FH vinnur Þór Káa, þá erum við bara í basli sko. Eitthvað gerst hérna. Og það er skalli fyrir og mark. Þvílíkt! Þetta var geðveikt. Já, þetta var Annar Víkingsvörð skoraði leikur og Rátta Birta Birgisdóttir koma svo að ná eftir jöfnuna. Þetta var Áfram Víkingur. áfram Víkingur, eins og Sverrir myndi segja, en þetta var bara harðfylgi sem við vorum að leita alla tíma. Þarna var það. Þarna líka högnuðust við svolítið að því að vera einu fleiri. Ég held að það hafi vantað þarna varnarmann inn á sem að þurfti að það klikkaði talningin eitthvað. Og hún er ennþá fyrir Já, utan völlinn. nei, alveg svolítið að koma aftur inn á. Það sýnist Þróttur vera bara tilbúin í skiptingu. Fyrir það sem er að horfa og þekkja til henni þá virðist alveg verið lægi með hana, bara svo ég segi það hreint út. Hún er hérna bara í góðum höndum sjúkraþjálfara Þróttar og þetta engar áhættur teknar. Nei, sérstaklega ekki þegar höfuðmeiðsli að ræða það, eða ef þetta er það. Já, hún hlýtur að hafa fengið boltan í höfuð, annars væri hún komin inn á aftur. Já. Þannig að þetta er bara mjög vel gert hjá sjúkrateymi Þróttar. Núna fáum við smá blóð på tanninn eins og þetta er vonandi. Já, fannir móttaka í byrstu. Hann er að vaksa ásmegin hérna í þessu hlutverki. Tekur þessu hlutverk Ernu sem er nú oftast að skora úr hotspillunum fyrir okkur sem varnarmaður. Legið sér þetta aftur vel hérna. Kemur Emma. Emma með langa bolta. Þessi bolti, Nadia setur hann upp í hornið. Hver kemur á ferðinni? Svanhildur. Heyrðu hún, nei, ég held að hann ná þessu.
En jú, hún nær boltanum, Já, en vinnur útspark gegn sér já. 15 minnur eftir og það ekki ætla að rifna hérna í Víkinni þegar áhörundur sá þetta mark. Það er Það þetta tvöföld skipting á Þrótti núna. er ekki bara doktorinn, doktor Sigurbjörn, held það. Það er Sigurbjörn komin á skiltið. Það þarf Já, best að vera með lækni á skiltinu. leikmaður 7 fyrir út af. Já, og- sem að byrjaði út Já, sem byrjuð út af. samkvæmt skýrslu. Ég vænti alveg svo sem mittist, ég náði ekki nafn, er hún ekki númer 14? Getur það verið? Það er Sigurbjörn að forrita skiltið. Já, þetta refst 7 og 22 kemur inn, 28. 22 eða 8 Birgi. 28. 28. Það er Hildur Leila Hákonardóttir sem er að koma inn á. Og við fáum það til smá stund, við býðum bara spakir. Gunnar er með öndin í hálsunum að koma þessum upplýsingum til vallagesta. Bara þarna miðjunni. Já, Nadia hálótta sendingar þarna. Brynjar Ár Knudsen og inn á kemur leikmaður með 28, Hildur Leila Hákonardóttir. Heyrðu, Nadia er þetta vel finna fyrir sér hérna. Það Já. trýst mér á. Birta, já, hún er búin að vaksa heldur betur. Nei, býttu þannig að náði að jinxa Manstu? þetta alveg feitt. Ásækið. 8. Herðu, það er komið dauðafæri hérna á Þrótti og það er fjórða marki komið. Já, Vá, maður. þetta var reyndar fáránlega vel afgreitt Virkilega vel klára. og þetta var Sierra sem skoraði númer 14. 2-4. Ég hef Númer 14 sér að hérna sástu Berki að Sigdís tók á sér hálfbandið Já, og brjálað. grýttið í jörðina. Ég hef sett að gerast einu sinni áður. Já. Það var í Laugardalnum. Þú vilt ekki að þetta gerist. Nei. Fjórða mark í Þróttari kvöld. Nú vil ég bara að hún 14 Sierra Marie Leili. skuttar okkur nokkuð langskott. Ekki að teipa bara það að Sigdís búri 1 og Nadia 1 og 4-4. Já, Allir glæðir. Til í það. Það er nóg eftir. Það er nóg eftir þessu leik. Núna riðlast andalega leikur Þróttara eitthvað lítið. Það eru búin að gera svona breytingar. Já, Bertís komin hérna á flegi færið upp kantinn. Hún Ó, er bara keyrð hérna En niður. fyrir hún er sterk og kemur hún fyrir Já, og það er Selma Dögg. Selma, en þetta var Hvernig? ótrúlega varið þarna hjá vörn. Hvernig þetta er rannsókn á þessu, hvernig þetta fór ekki inn. Það var virkilega vel gert og þvílíkur styrkur í Berti sem er. Já. Og hérna og Selmu sömulegis, sem er mjög vel Já, gert. kom sér í góða stöðu og fínt skot. Nadia sterk hérna, brotið á henni dómari. Næja, hún kvartar ekki og þegar hún kvartar ekki þá hef ég haft að venju að trúa henni bara. Þetta var vel gert þannig að Huldur las boltan vel. Sigdís gerir þetta ennþá betur en má ekki um margnum. Það eru alltaf mættar 3 á boltan. Þetta er bara saga leiksins hérna. Ljólega þess að það er bara alltaf þegar ykkur fær boltan, mætið það bara 3. En þá væntanlega pláss fyrir aðra leikmenn. Nákvæmlega, Það hvað er er þetta pláss? skrítið. Þess vegna var ég að djóka þetta í fyrirháleik hvort það væru fleiri. En við ætlum að fá, við lofuðum mörk. Nei, býtu! Þarna kemst Nadia inn í, Selma. Ó. Nadia farið tilbaka og hvað gerir Nadia? Hún var aldrei að fara að gefa hann. Aldrei. En yfir, Þessi fyrir yfir, markspyrna. nátti líka þetta skot inni, vann þannig boltan vel. En já, við erum lofuðum mörkum. Þetta er nú fyrst getur við sjáum 6 mörk. Þessi við erum ekki með yfirhöndina. Já, Ég held að Þróttarastúlku geti nú bara verið mjög sátta með sig hérna í dag, búin að skora 4 mörk, góð mörk og hérna og já, bara vera bara með yfirhundin leiknum, bara Já. heiðarlega sagt. Það er að frábær leikur hér. frábær sending hérna inn fyrir. Emma finnur Köllu þarna sem að tekur mjög góða spyrnu fram völlin en þarna vantaði Víking. Já, Allir við getum fengið bara með eitthvað svona pyrringsbrot. Mér finnst alltaf gaman að þeim sko. það er, Svo lengi mikið meiðist sko. sjáu þið hérna línuna. Birta og Sigdís og Hulda lítur upp og sá þarna hlaup frá Nadiu en þetta er auðvelt við Ragnar. Já. Ég lefði Nadina að hafa ekki átt í vandræði með þetta. En þá er aftur komið hérna döðafæri.
Emma bjargar þessu, Selma snýr við, gotur menn út að hægri. Já, nei, þetta var lesið í gær. 15. smokkin. Já, ekkert dæmt hér. Tara Jónsdóttir mætt þarna tiltektina. Ég verði vikinn, ég kannski hefði maður ekki búist við að sjá fleiri breytingar. Jú, við erum með ansið varnarsinnaðan bekk hérna, Víkingar. Já, en eins og mjög bara ágætis ábendingandi í fyrirleika, vantaði upp á Akriðsson og við erum ekkert eitthvað takmörkuð á bekknum, sko. Nei, við eru 10 mínútur eftir og ég held að við sem að fara að horfa á skiptingu núna. Sýnist. Ég er að sleppa eftir leikinn í dag að fara og segja eitthvað brandara við Kristó og John. Ég hef að sleppa í þetta skipti. Það var góð pæling. Já, við erum kallað hann í Emilía og Þórdís sennilegast að koma inn á. Þetta er hotspilna sem að Þróttur fær. Þarna er verið að fá tvær sem áttu vel finna fyrir sinni völlin. Mæntilega þá hvað fyrir ég held að geta mikla hrókering núna. Ég held að Hulda fara ekki út af, sko. Reyndar er hún að koma tilbaka til meiðsli. Já. Þannig að Hotni gerir já, nákvæmlega kottum við boltan sem Hafdís. Já, gert. Nadia vinnur þetta tilbaka. Berðísson Hafdísi og það er vinna boltan aftur. Það er gleypa þetta bara allt þarna í einum umbyrta, takk fyrir Svanhildur, sterk þarna. Nadia leit upp þarna, en sá ekki Sigdísi og er stíðin út, en heldur áfram. Helgi eftir Nadia þarna. Vinnur hann einkast. Gafst ekkert upp. Til að taka þetta sjálf. Bara kom boltanum í leik strax, kann að meta þetta, en þetta er erfitt. Selma vinnur boltan framalega vellinum og góð sending, þessi sending var frábær. Geggjuð sending frá Selmu. En Þróttar er aðeins á undan hann í boltan. Ég ætla bara aðeins í heilina mér virkar, hvernig ég fá aðeins innsýn í það. Já. Þessi sending þarna, ég var búinn að sjá fyrir mig Bergdísinn á honum og svona chip honum yfir, hlaupa svo fagna markinu, en það varði aldrei. Nei. Það gerðist bara í hausnum á mér. 10 mínútur eftir, tæplega, það eru ykkur, svona 10 mínútur pluss hérna með upp á tímanum. Dómarinn í ykkur samtali þarna við leikmenn Þróttar og flautar leikinn á. Það er eitthvað hreyfingu, það er lítil hreyfingu á okkar liði. Já. Þetta er bara eins og þess að býja eftir að boltinn komi langur, en hann á ekki að fara langur þessi. Býtum við. Emma gerir þetta vel að það reyndar á endanum, finnur Birtu. Nei, þessi sending var hérna. Erfið, þarna var pressan alveg svakalega góð hjá Þrótturum. Þetta er vel spilað. Þetta er galopið hjá okkur hérna aftast, en sem betur fyrir mistum boltan frá sér, en sem því miður þá var ég get ímyndað mér, strákar mínir, að það verði ekki þannig er henni klappað. Já, ég sá ekki hver skoraði þetta. Já, Caroline aftur. Er hún ekki sett annað mark þá? Caroline Murray, nummer 12. Nei, fyrsta markinu. Það er skipting í Víkingum. Já, það er tvöföld skipting. Það er Þórdís og Emilía sem er að koma hérna inn á. Og sýnist að vera Svanhildur. Já. Það er þreföld skipting, það er þannig. Er þetta ekki bara Þetta er Tara Svanhildur út af og Emilía og Þórdís inn á. Þetta er tvöföld skipting. Já, nú erum við með miðverði inn á sem hafa ekki spilað saman sem miðverðir áður. Og inn á koma leikmenn nr. 20, Þórdís Anna Sveinbjörnsdóttir, nr. 16, Emilía Anna Gunnarsdóttir. Já, hérna, strákar mínir, klukkan er að ganga 9 á föstudagskvöldi og ég er í áfalli, staðan 5-2 og bara fullkomlega réttlátt staða. Þáttu við áttan betri færi í fyrri hálfleik, nýttum þau ekki
og þetta er bara galopið hérna trekk í trekk. Nei. Slum var þetta fara ekki að bætast við þessi mörk hjá Þrótturum. Já, þarna kom einhver fljúandi úr. Emilía Skurir. Það er svona, hérna, ætla að gera hvað sem er til að stoppa boltan. Það er boltan fyrir hérna Þróttarar en Sem að gera þetta vel. Hafdís, já, þetta er bara stress. Þetta er svona, það er svona stress í okkar konum í dag. Alltaf aðeins nægan tíma. Já, enginn mætir hérna boltanum. Sigurður Theodóra fær bara senda Já, og- eins og hann vill. Býtu við. Besta, kemur hann aftur fyrir endamörk. Aftur fyrir endamörk Alemsins. Já, ef við skorum ekki á næstu svona 30-50 sekundunum þá er þessi leikur farinn og rúmlega það held ég. Já. Bolti gefur hann fyrir og hann Katla grípur inn í Köllu. Já, hún er búin að láta vel hér í þessi seinni hálfleik. Þetta er bara smá basli þarna, missi Já. boltan. Hvað gera Þróttar? Hún er eldfljót. Heyrðu! Já, gripið. Katla grípur hann bara, ekkert mál. Já, Það er ennþá gott grip á rínatönskunum. Ekkert ólíklegt að highlight pakkin okkar verði svolítið fullur af markvörslum og tilþurfum markmannsins okkar í dag. Nóg á því, taka í dag. Það er bara að fá tíma. Það er að fá tíma til þess að anda rólega, ná boltana niður. Nú þurfum við aðeins að ná okkur í gang. Já, þetta finnur hérna Nadju. Já, tilbaka. Og aftur. Nei, Já, þarna ætluðu Nadja og Birta bara að spila saman út leikinn. En já. Fæslan yfir, kannski senda hann í hálsvæðið. Nei, ég er alltaf bara að djóka núna sko. Við vorum að horfa á leiki í Egilsöllinni þar sem að Gunnar Láksson var mikið að tala um hálsvæðið og ekki strax. Kannski sagði það John það fyrir leikinn, ekki strax. En það væri fínt að það myndi gera það fljótlega. En þetta er bara gott dæmi þarna. Það er bara miklu meiri aggressjón. Já. Það er gera kröfu á það að fá boltan hjá okkur þegar við erum með hann og við höfum ekki gert þá kröfu á móti jafn oft og þær. Heldur betur ekki. Þórdís finnur þarna þetta var vel gert. Þetta var vel og gert. sem að Víkingar eiga að taka strax. En kannski aðeins svo fljótt þarna en grimdin er meirið bara í bláa liðinu. Bertís missir hann af boltanum. Náðu ekki valda á honum. Koma hérna upp miðjuna. Vel gert þetta hjá Sigurði Theodóru og það er bara Það er nóg pláss. leika sér þarna. Emilía gerir þetta fyrir þarna. Kemur honum í burtu. Og hann boltinn hann er á Nadju. Nei. Jú, býtu. Nei. Nei, liðin er ekki færa. Við höldum ekki boltan lengi til þess að ná að færa liðið sko. Það er vandamáli hér í dag. Samkvæmt minni greiningu. Þetta er líka bara þetta. Þessi hlauparna sem bara eru liggur við óreitt sko. Sjáum hvað þú ætlar að gera hér. Það er ná að krossbrjóta okkar línur reglulega. Ég var að segja að fara eins og smjör í, heitur hnífur í gegnum smjör. Já, það er bara þannig. Sýnist að það er að koma skipting á Þrótturunum, sýnist að það er tvöföld. Já, það er að gera. Nei, það er eins og ljósið sé eitthvað fjórfalt eða eitthvað. Svo varstu ekki að meina það? Já. Akkurat, en þá sjáum við hvaða leikmenn Þróttar að fara út af hér. Það er, já, sýnist mér vera rétt hjá þér. Já, 14 fyrir út. Sierra 14 og og 4. María. Já, 14 fyrir út, 4 inn. Íris Una komið inn á. Sierra út af og María Eva út af. Dómarinn alveg búinn að því. Hann er að byrja til Guðsandar sem er. Við erum alltaf leiðið með dómarana. Nei, heyrðu. Byttu við. Hann er fengið eitthvað í bakið. Jú, mér syns að vera 29. Una Sóley.
að dómarinn sé í lagi með dómarann, kannski fá sjúkraþjálfara til þess að kíkja á hann. Þróttur tvöfaldar skiptingu undan fóru leikmönnum 14, Sierra Marie Levi og nummer 16, María Eva Níjónsdóttir. Já, þessi dómari klárar ekki þennan leik, það er bara búið. vonandi í lagi með hann. Og inn á komu leikmönnum 4, Íris Una Þórðardóttir og nummer 29, Una Sóli Gísladóttir. Nei. Þetta lítur ekki vel út. Get ekki, mér finnst þetta að hnega þetta niður, mér finnst það svona mest óþægilegt. Það stendur nú ennþá uppi og það sendur að skoða hann baki, en sennilega fengi ekki eitthvað baki eða eitthvað slinga baki, sko. Ég held ekki, sko. Ég held að við endum með því að fá annan aðstoðdómarann í gula búningin og eitthvað annan á línuna. Ég held að það verði niðurstaðan, sko. Ég veit ekki, náttúrulega nú 90 mínútur liðnar og það verður bætt við einhverjum 6 mínútum úr þessu sínum mér. En úrslit leiksins eru nú svo sem þannig sé ráðinn, held ég. Þannig ég held að verði nú bara örugglega Salomons dómur hérna ef að dómarinn getur ekki klárað leikinn, þetta sé bara búið. Mér finnst það ekkert ólíklegt. Líka ekkert gott fyrir leikmenn að stoppa svona lengi og fara aftur í gang. Já, þetta er eitthvað tak í bakinu þarna. Já. Sjáum þetta mikið í enska boltana núna þessa dagana, menn eru að meiðast þar grimt eftir langar varpásur og ég bara sem aðdáandi fótbolta og hatandi meiðslavandræði, þá vil ég bara frekar að flauta þetta af, sko. Já, það hefur verið að gefa merkjum að þetta er bara búið. John segir bara, hefur ekki bara setja gott? Já, bara John segir bara stefnum þetta bara og dómarinn virðist alltaf þraukað eitthvað, ég veit ekki hvað. Það er alltaf eitthvað nýtt sem gerist í fótboltanum. Þetta bara best að flauta þetta af, dómari. Það verður engin fúll yfir því. Nei. Nei, þetta verðist alltaf að halda áfram. Ef leikurinn heldur áfram þá væri nú gaman að skora 4 mörk hérna á síðustu í uppbótartíma. Ég held að setjum bara eitthvað lag. Bara, já, ding dong, það er gott lag eftir hennar leik. Nei, ég veit það ekki, maður. Ég myndi helst að hafa þögn eftir leikinn. Það er vel gert hérna hjá Þórdísi. Þetta er vel gert. Finnur hann að Selmu og Emilia aggressív hérna, flott. Þessar ungu sem kom inn á hérna áðan eru mætta með smá barðu í þetta. Þetta var fárlega vel gert þarna. Sigurður veit þetta gríðarlega vel en Katla er sérfræðingur í því að standa og grípa boltan. Þetta gerði hún bara mjög vel. Það er ekki erfitt skot fyrir hann að grípa reyndar. Sigdís og Hulda. En þetta er, við bara látum læsa okkur hérna inni, sko. Já, en þetta er bara þessi pressa hérna með bara ógeðslega góð í það. Þetta er vel skipulagt. Þessi bolti erfiður, ekkert fyrir þetta. Og maður hreinlega bara sér vonbrigðin á andlitum okkar Víkinga inn á vellinum. Þetta var greinilega ekki uppleggið í dag. Það er bara 50 á heimavelli. Alls ekki, sko. Finnst það ólíklegt. Emilia aggressív hérna, þetta finna fyrir sig vel gert. Hún þarf að eitt marki viðbót til að gleðja okkur inn í loki myndi gleðja mig tölvöld mikið. Já, það er betur en ekki neitt. Já. Og bara til þess að ég tali við fótboltaguðina, þá er ég að meina Víkingsmegin. Já. Ekki Þróttaramegin. En þetta er bara þarna, þetta er bara absúrd, sko. Sigurður Theodóra búin að vera frábæra miðunni hérna hjá Þrótti í þessum leik. Já, menn tíminn sem fá þarna miðunni er alltaf alveg galinn, sko. Katla gerir þetta frábælega þarna, sækir boltan. En það er vinna boltan. Já, vel gert. Máma hinsa frá. Selma. Finnur ekki Hafdísi og Nadia er alveg einangruð þarna uppi. Gaman að heyra stuðningurinn í stúkunni hefur ekki minnkað líður leikinn. Það var að syngja hérna áðan að
Við erum Íslandsmeistarar því við unnum Völsung, nei, unnum hérna fyrir ekki Smára 14-0 í fyrra. Það byrjaði aftur. Já. Þetta er vel gert sem að þetta finna fyrir sér